Með öllum klórunum Jú sem dreipur allt vissulega, en svo bara fólk sem bara leiðilegt og þú veist og þarf að gera eitthvað öðru vísi og þú veist, þarf að fara í crossfit og vera vegan og eitthvað og þarf bara að vera ömulegt í öllum partíum sem það fer í Sorry Góðan og gullfallegan Góðan daginn. Halló Ég og Davíð og Þröstur erum hér Lalalala. Já, Hvernig hafið það? bara gott, en þú Yndislegt Já, Ha, allir kátir Yndislegt Ég er eitthvað svo bara svo uppnumin af tilfinningum til ykkar að tvekja að sko ég er rámur í röddu bara við tilhugsunum ykkur Já, þú ert líka svona sexy eitthvað í skyrtu, jakka og Já, Ársvatíðadagur Já, ég er ársvatíðadagur kynþakkafullur drákur drinking Drekka Men ég og Davíð ætlum að fara í ræktina Já, Ég ætla að fara að pína Davíð Gott, lístu vel að það er svo gaman aðeins að pína Það er drulli gaman Já, þetta er gaman Þetta er svo þægilegt og gott Já, fara í ræktina sko. ég vil alltaf að vera skorinn fyrir sumarið maður It's not gonna happen En það bara er svo gott testosterónu fyrir á sko, fullt flæði og maður, þú veist, maður fær svona aðeins svona meira sjálfsímynd, betri sjálfsímynd og maður bara svona styrkist allur Já, Þetta er þegar við erum komin á þennan aldur þá er auka kílón lengur að fara já, þetta er erfiðara, sko þess vegna ákveði ég bara að safna þeim í staðan fyrir að losna með þig Já, money in the bank Nákvæmlega Money in the bank Ef það kemur hérna Apocalypse þá er Þröstur bara góður Akkurat með forðan bara yes Fuck you, I'm not that fat Nei, var ekki Ég er bara góður Anyway Já, Jesus Herru, ég var með pælingu Já, Þegar, hérna Herru, já, áður en að ég var með pælinguna ok Er þið búin að segja einhverja trailera undanfarið? Svona Já, það kom hérna að verður Resident Evil núna ég var að sjá nýjan trailer Já. geðveikur sko. já ég get ekki lúkka vel. beðið og hann er ekki eftir leiknum Já, myndin já geggja og eftir leikstjóran sem gerir Weapons þannig að þegar fólk er verið að hlaupa hann hendurnar út Já, með augun ok Þetta voru að hlaupa með hendur og augu já það er svona Já, ok Þetta er myndin börnin hana Já, Hvað er þetta? Weapons maður með börnin ég er ekki búin að sjá hana Ó, hlauti hvað að vera og þannig bara, what? Hafði ekki séð hana? Nei. Ok, ég mæli með henni Já, ég hef eftir að sjá hana, ég hef heyrt góða hlutur sko. Herru, Og svo náttúrulega hérna Mortal Kombat já, Johnny Cage Johnny Cage Hann er svo góður, sérstaklega veist þessu í Boys og Já, Lord of the Rings og hann er búin að vera Dredd líka já og hérna Marvel og Star Trek Hvað heitir hann? Keith? Nei, Keith Urban Já, Keith Urban Já. svo vilt að fara Er það ekki country-söngvari? Ó Nei, hvað heitir hann? Keith, hann heitir eitthvað heitir hann er eitthvað Urban þá Hann er eitthvað Ég veit hvernig þú tala Já, Keith Urban, heitir hann ekki Keith Urban? Leikarinn Lítur að vera, en að googla þetta Ég er að maður. því. Jesus Christ Carl Urban Carl Já. Urban Ok, Já, ég sko að googla þetta Já, ef ég ok. varum eitthvað, já, Keith Urban allir bara, það er fucking söngvari you Country söngvari. idiots. Og það því að stundum hefur við gert þetta sko. já, já eins og þar senast að ég man ekki hvað þegar við vorum Já, Simpsoninu já, sem svona, já, þá vorum við gæði og googluðum það ekki Nei. það var fullt af villum þar já Sorry memma Já, Það var ógeðslega fyndir þetta Það var reyngilega fyndir Já, Sko þá var ég að hlusta þessu þáttinn og ég bara svona Strákar, hætti þessu Hvað myndir í gangi? sko, stundum þegar ég er Davíli, já, hún heitir þetta ég er alveg,
wow, þetta var, já, ok hljómaður rétt já, ok, það var svo samfærður og ég var alveg, já, ok Já, ég veit að það var mismæli bara já. sem báðir einmitt alveg já, hann gaurinn sem bara, Já, sem var alveg bara, á ég googla þetta, nei höldum áfram það veit allir hvað var með það þetta er fínt að þú tekur upp síman og finnur út úr þessu fyrir og nærleðri þingar þegar þið eru að horfa á kvikmyndir eða þættið eitthvað er eitthvað sem lætur ykkur svona hætta að taka eftir myndinu út af því að það er eitthvað í myndinu, eitthvað atriðið eitthvað sem svona, já, þetta er ekki raunverulegt eins og bara tökum bara silencers hljóti yfir að bessu já. Og það er alltaf já, sem er náttúrulega ekki rétt Nei. og það er margir sem er með svona stálmenn eða eitthvað allan það er hjá mér þegar einhver er að sjóða og það er alveg svona lokksjóða og það, maður er eiginlega því lít neista fljóðum allt nei, það er úrstörglega alveg svo úrstörglega með grænda eða eitthvað bara, það tekur mig bara, nei, þótt að þessi í bakgrunnum maður er eitthvað nei, þetta er ekki þú voru náttúrulega átt að þetta eru kvikmyndir sko. já, ég veit það er alveg eins og Now You See Me myndirnar sko, sem þú hatar út af því að þú segir að þetta sé ekki ekta sjálfsög er þetta ekki ekta, þetta eru bíómyndir þeir gætu alveg þetta þarf ekki að vera svona ykt oft nei, eins og þarna, eins og Now You See Me þeir eru effektarnir sko. þeir eru svona, já, við erum töframenn síðan bara allir CGI bara þau hverfa, marali það tekur mig úr staðan fyrir að vera með actually svona töframenn til að sína hvernig þeir myndi gera og gera það í og aftur þetta eru bíómyndir ok, ef ég væri að fara að byggja hús og ég væri með bara naglabissu bara sjáðu fucking steypuhúsið mitt ég þarf að veðja að Þröstur væri bara svona gerir ekki steypuhús og hann myndi hugsa þetta steypuhús geðalleiki bara þetta tók mig úr myndinni ég ætla að steypa hús með naglabissinu mín þú væri bara what the fuck eða þá, það er einhver að fólk er að tala saman og fyrir aftan er einhver með naglabissu í steypuhúsinu væri ekki bara hvað er hann að gera ég er að tala það, svona takaði úr myndinni smástund ekki allir myndir en smástund það er nokkuð dæmið, eitt frægasta dæmið er helviti skiptingarnar í Fast and the Furious myndunum já, 10 mínútur alltaf með 37 gíra á hverjum bíl Marli þú veist að fara í beina línu, þú erum skipt gír svona 15 sinnum er þetta ekki 1 mile? Er þetta ekki míla sem eða kvartmíla oft sko, sem er 1/4 míla já, pældi, 1/4 já, en þeir eru stundum að keyra bara okkur flugbraut þeir eru búin að keyra í svona 7 mínútur í beina átt en þú ert ennþá að skipta gíra og þú ert ennþá á flugbrautin eftir 7 mínútur bara, what the fuck og annað sem buggaði mig geðvegt eins og í Matrix alveg ok, þú varst inn í Matrixunum mér er alveg sama þegar að Trinity minni mig er á mótorhjóli og vondukallan er á bílum hún er á okkur sjúkum Bugatti Racer eða eitthvað og bílarnir eru bara eitthvað bömpandi í hana bara. Þú átt ekki séns í þetta mótorhjóla bíl ekki glæta varst alveg, þetta er ekki alveg nei, ég veit að, þú veist, ok, þetta er í Prodigy nei, í Matrix en þú veist, þetta er í fleiri myndum þar sem að þú veist á okkur sjúkum Racer mótorhjóli og það er einhver lögga á Ford lögga á Chevrolet eða einhverju sem er bömpandi afturdekki hjá þér glimtu hugmyndinni mótorhjólið var bara komið 0 upp í 300 inn til 10 sekundum bara, þú veist, þú átt ekki séns sko. allt svona fucking þólið ekki sko. og svo náttúrulega líka annað klassískt svona movie trope, það er að þú ert með 10 skota skambissu en það eru 40-50 byssuskúlur í byssunni hjá þér sko. Þú veist aldrei að endurhlaða en þeir eru byrjað að gera það í skambissunum það út af eftir John Wick þá svona vippar hann og það er svo cool sko. þá er hann alltaf að það er hægt að gera það cool sko. já, en þeir gera þetta ekki lengur í, þeir skipta ekki neitt í vélbissunum þær eru bara þetta voru 3000 sko. Já, þú tæmir byssuna á svona 20 sekundum sko. Ekki einu sinni það sko. Nei, akkurat bara 20 sekundur drullum Já, akkurat hálf myndin sko. Já Sér líka þegar þú ert með taser Já svona, og það bzzzt, og það bara
líður yfir gaurinn Já. hann er svona out í 10 mínútur maður leið, ég fengi svona taser þetta er vond, maður slær manneskina eða eitthvað, Davíð gerði þetta við mig sko og ég gerði þetta reynda við þig þegar ég var með hérna belju taserinn Já, káprot, kærprot hvar fekk ég hann? Ég veit það ekki maður Hann var alltaf komin heim Er það ekki ólöglegt? Jú Veistu, við vorum með svona stíku ég var með svona stíku Já. og veistu svona Þeir svona teinar á endanum bara Já. og ég ekki alveg, ég veit ekki veist, vaknaði ég með þetta Ég man ekkert hvaðan þetta kom Þú voru bara alltaf með þetta heima hjá þér og ég ekki alveg og þú í sófanum, nei ég ekki alveg, nei ég lofa, ég gerir þetta ekki sem bara og náttúrulega síðan Þetta er svona hangover mynd Já, pínu þannig það var svo oft sem ég var bara hvað er þetta? bara, what the fuck eitt skiptið sko var ég með partí heima ég kannski á ekki að segja þetta sko. Ok, ég var með partí og hérna allir vinnirnir voru heima og eitthvað svona og á einhverjum tímapunkti þá hef ég bara lagt mig eða eitthvað veist, ef það þreytur segðu það bara og ég ranka við mér þá er allir vinnirnir farnir og það er fullt af fólki sem ég þekki ekki inni og ég hef komið með hérna svona lítið púlborð í stofuna og sófarnir komnir út og það grasi ég var bara, hvað er að gera ég var bara, veist, sólin komin upp og eitthvað, ég var bara hvað er að gera Oh my god ég leið, jæja svo bara hérna hann kom þetta borð en síðan fekk ég veist, síðan komu minningarnar tilbaka sko okay. It was me Pottet Herri, það er okkaslega góð hund út með sofana inn með púlborð ég fór og sótti púlborðið hjá Þórunni það bræði með hennar labbaði með það alla leið heim út með allt saman sem voru bara púl það voru bara í blekkandi en ég vaknaði og þetta var mjög óþægilegt ég var bara, hverjir eru þið? Hvaða fólk er þetta? Hverjir er bara út með ykkur hjálpu Hafið ekki landið þessi eða? Jú, hverju miðvikudegi Já, Jesus Christ Nei, það þarf eitthvað meðal fyrir þetta Já Þú ert svo mikil Steingate Birkir Það var ömulegt Var þetta umrætt? Þú ert svo mikil Steingate Steingate Pottet Steingate Þetta er hvað? Pseudoscience Pseudoscience eða Gervivísindi, en það ekki bara gervivísindi eða snake oil eða Já það ekki? Jú, það ekki Við bara tala um það Old timey snake oil Já, old time snake oil eins og þú segir, ég er Steingate Já og ég bara fylgi því það er eitthvað sem er bara En það ekki by law, Já, það ekki? bara ekki kenna mér ég er bara Steingate Þetta er bara ég Svona stjörnufræði og finnst mér alveg fáránlegt Fáránlegt Er þú þröstur alveg? Nei, sko mér finnst þetta sko en samt er svo margt að bakvið sem sé lýsingar stjörnumerkjana oft vera svolítið skemmtilegt og passa við ákveðna aðila í þeim stjörnumerkjum Já, en veist, til dæmis veist, í blöðunum kemur alltaf einna Steingillin margaleg það er bara gaur sem situr upp í mokka sem er bara, þú veist, thinking shit up Já, okay. Gæti við átt við alla sko Ef þú leitar til dæmis af Steingillinni veist, eitthvað stjörnufræði núna veist, á símanuðinum og hérna gá hvert að það hérna Á við þig Já, þú ert ekki Steingill Nei, ég var spri Já, Ég setna í janúar sko Já, þú ert svona rólu típan Já Akkurat Mamma mín var í pottet samanlæðir Þú ert, veist, Vogi Þú ert með balans á lífinu sko. Vogin er allt annað stjörnumerki Hvað sagði þú? Vasperi Já Þú endur tókst það mér að segja Heldur að ég sé að hlusta sjálfa mig? Ekki mig greinlega heldur Ég var ekki að hlusta sjálfa mig sko. Nei Bara Þú ert bara búin að ákvæða Já, ok, þú ert hérna
Þú ert Vogin Nei, ég fucking Vatnsberi Já Þú ert með sko allt á herðum þér sko. Já, einmitt Sko, fyrir utan það að þetta meikar ekkert sens að því að þegar þetta byrjaði þetta stjörnumerkja kjaftaði það á ekkert við í dag Nei að því að alla stjörnundar og jörðin er búin að hreyfa svo mikið að ég fæðist ekkert lengur í stjörnumerkinu ef ég er að fæðast í dag sko Nei og þá væri ég í allt úr stjörnumerki Já Klárið það Já Í dag, 2. maí Ok Steingetinn Nú gefst tækifæri til þess að sýna umhyggju fyrir öðrum og umhverfinu sem þú gerir hann svo oft Skiptir þá engu hvort lítinn hlutir að ræða eða stóran Láttu ekkert slá þig út af laginu Þannig að ég er Vatnsberið þannig að ég ætla að gefa skít í aðra og umhverfið Bíddu Áður þú segir meira núna Vatnsberinn Þú þarft að fara gætilega í ákvarðantöku þinni því þú veist að ekki verður aftur snúið þannig að passaði það að gagnrýna hann ekki á mikið Já, þannig að þið getur ekki gefið raskat í ákvarðanatöku Já Nú ætlið þið bara ekki að horfa þetta hægra að vinstri þegar þið farið út á götuna núna á eftir Já En býttu, þetta er ekki búið Liðsandinn sem þú miðlar á eftir Liðsandinn sem þú miðlar á eftir að smita frá sér Liðsandinn Ég er mest anti-social manneskja sem ég þekki Hefurðu hitt manni? Já, ég hata fólk En þú Þröstur, hvað er þú? Ég er nautið Stangast á við alla Það er bara 3 more days og þá er ég bara orðin eldri heldur en ég var Shit Þú gerir meiri kröfur til þín en skynsamlegt getur talist Umræður einkennast af ákefð og úrslitakostum Það er annarkvort svart eða hvít og það er bara svoleiðis, já Passar þetta við þig? Já, ég er að taka aðeins mikið af verkefnum á mig núna Já, en þetta er samt sko allt sem þú varst að lesa Þetta er svo generist Þú getur svona túlkað og þegar fólk er að bara, já, nei, ég ætla ekki að deyta Steingate Það er svo erfiðar Gæti verið að þú ert erfið You're the problem Ég veit eitt sem var að vinna upp á mokkanum eða vísi eða whatever og var að skrifa þessar stjörnusmár og hann var að gera sér dælt við einhverja stelpu og sem var í sambandi Nei en það var fyrir óstöpult samband Var hann alveg Já, hann bara fokkaði í henni í gegnum stjörnumfrá út af því að hann vissi að hún var að lesa þetta allt saman Þannig að hann bara, þú veist, ný tækifæri getur verið handað með hodnið sem heiti Pétur Já, og eitthvað svona kjaftaði Oh my god Hún eitthvað, what? Aha Og þetta bara nýtt hann sér sko Jesus Christ Þetta er manipulation sko Það er next level sko Þetta er nýtt hustle sem ég hef bara aldrei gert af Respect Don't hate the game, hate the player Síðan er eitt á Íslandi sem heitir höfuðbeina og spjaldhryggja jöfnun Já sem er fucking insane Er það svona svo kýrópraktor? Nei, segðu þetta aftur Höfuðbeina spjaldhryggja jöfnun Þú þurftir að klappa Já, ég þurfti ekki að klappa þessu Höfuðbeina spjaldhryggja jöfnun Nákvæmlega 4 atkvæði Já, akkurat Það er sverið henni, ok Það er vel, no Og þetta er ég var sendur í þetta það var mamma alveg bara já, farði í þetta mamma er alltaf í þessu hún alveg hjálpa henni hún afslappast í þessu og ég fyrir í þetta og já, kertaljós og svona tónlist leggst á þetta borð, ég er ok og síðan kemur hún við hausinn á mér og lappirnar, ekki nuttar ekki neitt og bara hún er að jafna allt saman það jafnaði ekki neitt sko eitthvað svona árna í þeir eða eitthvað svona kjaftaði ég veit ekki þetta er svona heilari orkustöðvar já, þetta er svona heilari okkur eru við ekki bara með okkar, herri við erum að leigja þetta stúdíó við erum bara rúmina sálajafnarar síðan erum við bara tónlist, slakað bara já, ég meina við getum alveg gert það við erum með eitthvað kristalla og hita upp eitthvað steina og leggja á fólk og eitthvað og þú veist, einmitt haft bara heittarninni þægilega dýna og góða tónlist boring, sopnar já, sjáðu
búin að jafna Hvað slagur? Manstu 1990 þegar Enigma var á topnum setjum það á Spotify Já, einmitt þetta og einmitt, eins og þú segir kristallarnir Kristallar og svona og steinarnir sko. Það eru svo mikið af fólki sem kaupir allar steina hérna orkusteinni minn gefur það henni orku en þetta er alveg eins og hérna, placebo-pilla skilur þetta virkar alveg fyrir suma bara þú veist af því að þú trúir nú mikið að þetta virki þá virkar það, þannig að það er þess vegna er svo erfitt að debunka mikið af þessu af því að eins og með kristalla það tekur alltaf slæma orku og eitthvað svona, alveg já ok, þú ert kannski bara að trúa því það mikið að þú blokkar alltaf slæma orku eitthvað svona bad vibes frá fólki og eitthvað þú trúir bara það sem kristallan má þakka þannig að það er svo erfitt að svona debunka þetta nógu vel en sko svona til þess að orðabóka skilgreiningin á science er að þú getur gert tilraunir á einhverju og fengið sömu niðurstöðu aftur og aftur og aftur það er the scientific method það er ekki hægt með öllu sem er pseudoscience í dag af því þú færði ekki sömu niðurstöður af því að þetta virkar ekki en veist, maður getur sannað að þetta virkar ekki út af því ef þú værir hérna veist, allir út í kristölum bara hérna og steinum og bara, ég er bara heill hérna Birkir, fáðu þetta og þetta myndi ekki virka fyrir mig og þá er ég búin að debunka nákvæmlega en þá kemur þetta fólk þetta virkar ekki ég veit það, þá kemur þetta fólk alveg svo sama fólki sem að trúur á álfa og þú veist og tröll og drauga og eitthvað þú þarft bara að trúa þá virkar þetta en fólk sem virðist vera hérna að trúa þessu hérna kristalla og heilunadóti og allt svona þetta er fólk sem kýs samfylkinguna af Vinstri-grænum Boom! Facts! Já allir með hring í nefinu með blátt hár there you go nákvæmlega er mamma með hring í nefinu með blátt hár? Nei, reyndar ekki það var fyndið sko og þetta er svona fólk sem að tatúverar á sig rúnir og eitthvað svona og heldur að gera eitthvað svona felarúnir allt japanska letrið sem er upp eftir mjórregnum á þér ekki það að rúnir eru ógeðslega flott sko það er flott en fólk sem setur þetta á sig að því að trúir þetta gefur mér styrk eða þú veist bla bara nei þetta gefur mér styrk en þetta er vegvísir akkurat það er einmitt svo fyndið út af því í early 2000 þegar allir voru að fá sér hérna kínatáttinn náttúrulega gátum ekki verið mikið að googla hvað þetta fyndi þetta var bara á stofunni já þetta er hérna power og þetta er hérna live, life, love bla 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 og það var einhver kona, svona japansk kona á TikTok sá myndir af fólki með þetta hún eitthvað bara, já, hérna hrísgrjón heitir þetta og veist, þetta er eitthvað bara, veist, gibberish ég að kúka eða eitthvað allt bara af einhverju matseli sko já, nákvæmlega cow pound chicken soup of a young guy já, cream of some young guy það hérna, þetta er einmitt það sama með til dæmis miðla trúið þú að miðla? Ég trúi að miðla Ok, ég er ekki alveg þar sko Nei og til dæmis Houdini hann var alltaf að reyna að debunka miðla og þegar hann veist, áður hann dó var hann að segja við konunni sína að veist, eitthvað orð sem hann og hún átti að fara til allra miðla og þetta er orðið sem hann alltaf kom til að leys hann kom aldrei samt voru allir miðlarnir með hann bara tala við hann sko. Svo að sko, það er til miðill og síðan mjög opið fólk skiljið mig sem skynjar hluti anda, eitthvað blá ekki, leiðu sér veist, andar og eitthvað þá er ég og það er fólk sem er veist, getur hort á þig og bara, já, herru og lesi þig og það er ekkit endilega miðill hann bara, ok, það er svona að gerast í lífinuðinu þá er fólk alveg, what? Til að fá pening þá er það já, Pétur hérna draugur, sagði mér þetta já, sko, það eru bara svona mentalistar já, það er til fullt af mentalistum sem er gott að lesa fólk það þýðir ekki að sjá eitthvað sem er ekki að það
eða þú veist, það sér bara þegar þú byrjar að segja Guðmunda já, hún komið, einmitt þú veist, að þá þú veist, þú sérði eitthvað svona svipið alveg fólk opnar augun þegar það heyrir eitthvað nafn og hérna segja bara, já, ok, hann er svona gamall það er einhver sem er hérna dáin já, einmitt það frænka mín já, langa afi minn, hann er dáin já, sko, ég vissi það allan ég trú ekki að miðla nei, ég bara, ég skil ekki nei, það er nefnilega sko, miðlarnir sem eru actually miðlar og geta náð eitthvað svona kontaktum það er ekkert að auglýsa sig það eru þeir sem kunnit ekki eru svindlarandi, þeir eru að auglýsa sig og beðið peninga já you're barking up the wrong tree hérna þreistur alveg I'm gonna die on this hill nei, ég meina, þú veist, hvernig getið þið útskýrt það til dæmis þegar hérna hvað við segja, hvernig útskýrt það þegar fólk fær ákveðna drauma já og svo koma þær og hérna svona sé rætist draumurinn sko innan við viku seinna eitthvað sem þú hefur verið að gera og svo bara gerist það og þú allt í hennu déjà vu þetta er einmitt þessi skynjun til dæmis eins og vinu minn ég dreymdi að hann var að biðja konunni sinnar já og ég fer í vinnur og ég var bara okkur er ég að dreyma þetta hann kemur, veist, í hlaðið kíkt út ég ekki alveg ég skrítin draumur ég var, veist dreymaði voru að biðina hann opnar augun tekur, ég var að kaupa hringin já, sko já. Og hvernig þannig sko þannig held ég að undirmeðvöldin að Spyrkis hafi verið að kikka inn gæinn hefur verið að sína af sér eitthvað signs skilurðu, hann hefur verið að googla giftingarhringi eða tala eitthvað eitthvað eða eitthvað svoleiðis og undirmeðvöldin þín hefur bara greipið það og þú veist eitthvað, veist, pikkaði upp að einhverju til dæmis eins og daginn þá var Þórun hún eitthvað bara veistu hvað mér langar í og ég ekki alveg bragðaref og hún bara misti andlitið og hún segir aldrei bragðaref hefur aldrei sagt svona uppur þurri og hún var bara how the fuck did you do that ég veit ekki hvernig er ég þá orðið miðill nei, þú ert skynjari já, ég skynjari bing já, ég meina að þetta var ógeðslega sniðið þú ert með heilar og svona ert með skynjara getur við ekki bara opnað skynjara á stofu? Jú, reikskynjara á stofu heilunar skynjara það er ábyggilega hægt sko þetta er eins og að lesa í bolla já þetta er fucking kaffi í bollanum já, þú ert hérna veist, séu horfir á manneskjunum það er margt í gangi hjá þér það er margt í gangi hjá öllum ég veit það það er margt í gangi hjá öllum bara hvernig vissur þetta ég get þetta lesið bolla, já ég líka með því ég bara segja já, og svo er þetta hægt að tala eitthvað svo veig í kringum hlutina það er svona, já, heyrðu, ég sé að það er einhver stóra ákvörðin hjá þér já, og það er einhver að fara eitthvað spann eitthvað stóri kringu þig og hérna what? og já, ég bara, sé ég er akkurat í kringu 35 já, það er allir að punga út börnum 35 nákvæmlega ég á börn, eða ég á sískinni og vini og alla sem að, þú veist, já, fyrir að vinna með fullt af fólki og já, auðvitað er að koma barn einhver staðar í kringum mig og auðvitað var einhver að deyja einhver staðar í kringum mig þú veist, það er bara, já, þetta er svo gefið sko þetta er, veist, vera svona að skynja fólk, sko ok, ég var til dæmis að dreymdi í nótt að ég var að pæla að fara í hárýrgræðslu ég hef komið með sko punktana hérna sko og ennið og við ætlar að gera það? Nei, akkur ekki? Þú rugglaðir Have you seen my voluptuous hair? voluptuous Mér finnst alveg að þú ættir hérna að taka skerpa á línunum sko Númer hvað er þetta? 4? Lækka í þér Lækki tresti Nei, ég myndi aldrei gera það Ekki sjens Ég var að byggja eftir að Davíð myndi hjálpa mér hérna Nei Stökkunni Do not do that Ég get ekki sagt neitt sko Ég er ekki með 4-head, ég er með 5-head sko Þannig að ég ætla ekki að byrja því að þið getur trakkað á mér alveg sko með einhverja hárýrgræðslu þannig að, nei Nákvæmlega Ég ætla ekki að stekta það sko Nei, þeir eiga ekki þennan shade of red Í Tyrklandi Nei
Rauðan? What is that? Tökum af hérna Muhammed sem hérna kolsvartur kollvikinn alveg bara kolbyggasfur Davíð alveg sí hvað þetta er flott Við myndum bara taka punghárin á mér og gjörum ekki að svona krulla hérna framan á taka svona gyðingakrullur hérna niður Já, svona rabbina krullur frá enninu ekki börnum Shit Davíð Þetta er nýjasta Þetta er tíska sexy, já, akkurat It's the new goth Já Hafið þið einhvern veginn áttið að keypta ykkur svona Dreamcatcher? Já, ég átti Þegar ég var úlingur Ég var alltaf með martraði sko Já, og hafðirðu mikla trú á þessu? Nei Það leit mjög vel út og ég var mjög cool Þetta er bara fallegt Þess vegna var ég með, veist, hérna svona talju veist, hérna svona kross með svona perlum Talju? Heitir ekki talja Talja er svona sem þú setur reipi í og togar eitthvað upp með talju Já Ertu meina talnaband? Já, talnaband Þetta byrja á Ég var með lesblindur maður Talju um hálsi Ég vil lesblindur Það hengja þig í byggingakrana Ég er svolítið þung Þetta er bara upp á lúki maður svona spiritual Já, ég veit að rosa margir með svo leysi speiklinum og bílum sínum og eitthvað með krossin í svona talnabandi Já Virkar ekki? Nei, gerir ekki neitt Þetta er bara Af því að það er engin guð Þetta er bara ekkert nema ánamaðkarnir sem að geta þig þetta er bara Þessi talnabönd er náttúrulega bara í kaþólsku og þú ert ekki kaþólsku Birkir Nei, mér fannst þetta bara svo super cool þegar ég beru á hann Já Oh my god þetta var svona cringe.is Ég var cringe þegar ég var yngri Já Það er þetta Þið voru allir cringe Við vorum allir cringe Davíð var með kolbika svart hár greiddur í píku í sko frakka sem var ekki leðurfrakki heldur ullafrakki með sko tvöfaldan axlapúða það var bara var ekki 2000 það var statement sko það var bara ekta góð það vantaði bara hvítu andlismálinguna en hann þurfti þessi ekki út hann var svo hvítur Gaywalker inn alveg bara Gaywalker Melly Manson komið inn það var alveg wow beautiful people hérna beautiful people fyrst að það á repeat sko Beautiful people Já, mér var beautiful people hérna Já Svo gott Ok, lesa í spjöld spil Tarot Já kort Spjöld Já, lesa spjöld Þetta eru spjöld Rauðaspjaldið og Tæknilega er þetta spjöld En þetta er ekki kort Já, þetta eru kort Þetta er ekki spilaspil Þetta er ekki Þú ert ekki setja út Olsen og bara Lesa spil já Heitir spilakort spjöld þá líka heima hjá Nei, það er spil Og þetta er spil Þetta eru kort Eða spjöld Hefur ekki séð svona spjöld Hætta fokkin með það Já Þegar kemur sko dauðinn það bara oh no En dauðinn er allt í lagi Þetta er gott Hann er ekki Ef hann myndi snúa öfugt þá væri hann í lagi Oh my god Og svo alls konar svona But you're gonna die Everybody's gonna die Já Nákvæmlega Tjöfell ætti við að vera í þessu maður Já, ég er að byrja ég sko stundum finn ég fyrir heilasælunum á mér deyja þegar ég er að rannsaka eitthvað efni fyrir hennar þátt Hvað er Birkir að gera? Já, en ég datt niður smá rabbit hole og horfði á örgulega 20 mínúna myndband urine therapy Nei, ok, herðu Sáu þið það? Nei, komdu með þetta er óhugavert Það er eins og urine therapy eins og pisstherapía Er þetta þegar mennirnir eru að pissa og geima til að þetta svona gerjast bara? Já, gerjast Ég held að ég hef séð eitt myndband þegar ég vissi ekki að þetta var eitthvað thing Nei, ég held að Gaurin var bara psychopath hann var svona, síðan fann hann lyktina hann bara, og það bara var hann að taka sopa að fá sem sagt
efnin aftur í líkamann. Já. Er þetta ekki rétt? Jú, Já. það var einmitt gæi með einmitt, hann geymdi pissi í 6 mánuði í krukku og þetta var svona gulbrúnn vökvi og hann einmitt opnar hann og bara there's a strong smell of ammonia. Já, ég held að ég hafi séð Þetta er eitt af vídjónum sem örgulega sem að ég sá líka og og hann bara, þetta er stútvöld af steinefnum og þetta er gott fyrir testosterónið og ég fæ mér litt alltaf smá sopa og svo tegur hellir hann í lóan á sér, makar yfir andlitið á sér og hárið og yfir sér allan berað ofan og sjáu þið bara, ég er rosa hvítur, I'm a white boy, en sjáu þið bara hvað ég er tanaður og ég finn fyrir þessu í vöðvunum mínum og bla 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 og eitthvað og hann bara lofa þetta bara að drekka og makar sig allan í pissi. Hvað gerist þegar hann fær golden shower á konunni sinni? Það er bara medicinal, sko. Já, greinilega. Fær hann ekki ómikið af feromónum, estrogeni og einhver. Það hlýtur að vera, sko. Hann væri örgulega, sko já, herri, þetta er bara holt fyrir þig sem pissar yfir hana maður. Hún er eitthvað bara, testosterone. Já, nákvæmlega. I feel it in my muscles. Já, svo Já. þetta er alltaf ferskt. Já, hann er komdu með 6 mánaða krukkuna og hætti því yfir mig. Jesus Christ. Sett hann í örbylgjuna fyrst. Já, Svo sá ég líka, það eru til eitthvað svona Facebook-hópar skilur með svona urine therapy fólki og eitthvað og ég sá svona skjáskot að einhverju konu búin að taka mynd af augan á sér og hún var eitthvað, ég er búin að vera að setja piss í auga mér nú í 3 daga en það er ekki að laga neitt og augað á myndinu var bara eldrautt og gröftur og eitthvað og bara hvað er ég að gera vitlaust og eitthvað svona, þú veist, bara what the fuck, ekki setja piss í augað á þér. Þetta er svo nasty. Þetta er úrgangurinn sem líkaminn er að skila. Skilur þið, þetta á ekki að fara í augað á þér. Ef ég var með svona krukkur undir rúmi þá er hann alveg hvað að gera bara svona smá, svona maka. Já. Þetta er testosterone maður. Akkurat, þetta er svo gott verið að hana. Þetta lykta svo vel. Ég er að verða 45 sko Einmitt. og það er bara testosterone í látt hjá mér Já. bara geðslegt sko. Er náttúrulega sko 1800 og eitthvað og 1700 og eitthvað svona, það voru náttúrulega svo stórkostlega læknis aðferðir í gangi. Já. Taktu smá blásýru og það læknar öll mein. Einmitt. og taktu smá ópíum. Það er svo gott fyrir því. Já, þetta er nei takk. Ég skal fá frekar þunglindislifi kókaina amfetamín sem lækkar svo marga. Nákvæmlega. Ég veit, kona mín allt í hún orðin grönn, hún er bara allt önnur. Búin að vera amfetamín allan daginn. Alltaf hreint heima. Já, nákvæmlega. Hún er hætt að kvarta. Þetta er æðislegt. Nákvæmlega, ef hún kvartar á mikið og sendi hann í lobotomy lítið nál stungi upp í nefið áður og hamraði aðeins upp í heila. Aðeins að ræra. Mikið róleri. Já, einmitt. Þú þarft ekki að hreyfa þig, verður bara kjörur í rúminu. Akkurat. Slefandi. Þetta er akkurat það sem ég vil. Akkurat, þetta er svo sexy. Þetta er eins og Japanarnir til dæmis núna. Ennþá daginn í dag er að selja, þú veist, hvað segir maður, sólþurrkað, bara þurrku tippi af tígristýrum til að veistun og þetta til að fáir sko sexual power. Myndið taka Nei. Ég þarf þess ekki. Þröstur alveg síðasti maður sem þarf ekki að svoleiðis sko. Hann myndi alls ekki Hann er game all the time sko. Hann myndi bara sofa hjá okkur Já, nákvæmlega. Þröstur með Beng Stífan stráka, viti hvað ég var að drekka maður. Tígristippi Tígristippi. We can see it. Þú ert að tjálta risastóri tjaldi hérna núna. Þröstur, ég get ekki ég var að standa menn ég er að taka upp þennan þátt hérna sviflandi tippinu á sér. Takk í mikrofónu. Æ, fyrir ekki Do not take that again. Oh my god. En þeir eru til dæmis með hvað nasýtnings og hodnin og náttúrulega fíla hodnin og margt svona sko. Ég væri alveg til í að fara í svona sjoppi sem er með svona fullt af svona ykkur skrýtnu. Þú þarf að fara þetta ekki í sjoppi, þetta er allt saman bannað sko. Já, ég myndi, hefur ekki séð í myndum, þetta er svona hliðar svona, ekkert merkt, ekki lífur Hollywood, sem kemur svona ding, bjallan þegar maður lappar inn. What do you want?
What do you want? What do you want? You want some fried rice? It's fried rice, you plick. This powder makes your penis grow larger. Þetta sami gæinn og seldi hérna Gremlings eða ekki. Jú. Já, einmitt. Ég sá hann bara fyrir mér hérna í búðinni í fyrstu myndinni þar sem var að selja gizmos. Not a for sale. Not a for sale. Mogwai, not a for sale. What's the time? 2:30. 2:30. 2:30, já. No. What's the time? 2:30. Já. Good day, honey. I go to Brew Raccoon. Shit, ekki cancel okkur. Þetta allt í góðu gríni gert. Oh my god. Ég á fullt af Asíubúa vinum, Kim Jong-un og fleiri, ég má segja þetta, ég má tjóka með það. Jesus minn. Var ekki Coca-Cola fundið upp sem eitthvað meðal eitthvað? Jú, maga meðal eða eitthvað, ég maður ekki, já, nákvæmlega. En svo eru sum svona sem maður myndi halda að væri pseudoscience, eins og að nota blóðsugur, það ennþá notað í læknaskinn í dag. Já. Og það bara gott og gilt. Já. Virkar það eða? Já. Það veist, sjúa okkur ferð ekki bara og lætu bara sjúa blóðið úr þér. Fær í skilju? Nei, það er veist bara að gefa blóð. Þá ertu bara að missa meira blóð heldur en þess að blóðsugur. Já, þegar að blóðsugan, hún skilur eftir sig eitthvað efni sem að einmitt lokar sárinu og eitthvað svona og þú veist, og deyfir svæðið í kring og eitthvað bla bla bla, þannig að það er fáðu bara fucking, veist, halva flösku viski og taktu, veist, blóð úr þér. Það ertu góður örgla. Þetta svona medical Jack Daniels. Já, medical Jack Daniels. Já, einmitt. Fáðu flösku af Jack Daniels og taktu fullt af blóðið úr. Já, veist. Og þannig að þú verður alveg definitely áfengistöður. Já, ok. Já, flott. Og þetta einmitt líka eins og með hérna Feng Shui. Já. Þannig að voru á tímabili 2010 eða eitthvað. Já. Þá voru svona Feng Shui fólk sem fór heim til fólks. Já. Og var svona, hérna, hvað er með pening? Nei, þú mátt ekki vera með rúmið þitt í suðurátt og það lækurinn í vesturátt og þú verður að snúa því hérna, veistu, maður eitthvað bara þetta er kallað symmetría, sko. Já. Bara, þú getur ekki verið með alla sófana bara, veist, eitthvað bara í, veist, fasta saman. Já, þú verður að hafa blómið hérna en ekki þarna. Já, veist, þetta er bara stílisti. Já, nákvæmlega. Veist, nákvæmlega. Leiður komin út í bara, já, veist, núna finnur þú orkan maður flæðir miklu betur. Hvað er með 100 óskall? Fucking scam, sko. Þetta er svo mikið scams. Þól ekki svona, sko. Já. Scams. Ég á því að kírópraktorar séu 90% af þeim séu scammers líka. Kírópraktorar? Láta braki í sér? Já. Rosa mikið af þessu er bara scam. Að braki í sér? Já. En það er bara svo gott. Já, en þetta lagar í raun og vera ekki neitt. Ekki til lengri tíma. Ekki til lengri tíma, nei. En til dæmis er svo ég var einhvern tímann, ég var svo ógeðslega stífur í hnakkanum og fór í kírópraktor og hann tók mig á háls svona, hann tók þig úr háls. Já. Veist, það er bara svona, veist, að við ekki séð þessi vídeo, það er bara þetta er svona verra heldur þegar, veist, góðu kallandi koma aftan að einhverjum og drepa gaurana allt í en blóðflæði fór svo mikið. Veist, ég var með svo mikla ég fekk svo mikið mígrini eftir þetta. Það blóðflæði allt í en bara fór á stað og það var með alveg, ok, þetta hjálpar en síðan gerði ég ekkert meira í því. Nei, það er allt annað í grunninn sem þú þarft að laga, sko. Það er bara að þú situr vitlaust eða sefur vitlaust eða eitthvað, skilur. Það er vandamálið, sko. Er það vandamálið? Þetta er skammtímalaust við langtíma vandamálið, sko. Ef ég liggja, þú ert ég er í svona therapy núna. Þegar þú beitið þig vitlaust þá þú veist, gerist svona. Já. En ég ógæslega fyndi, ég var hjá sjúkraþjálfara og það ég lenti í bílslýsi
hann eitthvað skoðaði potaði mig alls það axlirnar og hendur raskatið og svona það var mjög kósi og potaði og aðeins niður með buxurnar svona aðeins að potaði beigðu þið fram á hóstaði þröstur henni I like do that thing again 2 fingers please too fatty hann tók mig sko og byrjaði að nekkja mig og ég bara alveg nikja ekki nekkja til ég að nefa mig hann nefa mig, já það var óþægilegt en og svo var hann alltaf að stýra mér einhvern veginn bara slaka þá og dröðu til þetta og slaka á Jesus þá ég gat ekki slaka þá nei he's gonna kill me he's definitely gonna kill me en við séum að ég vil ekki að fara mikið dýpri út í kýrópraktorinn en þetta var fundið af gæja sem hétt D.D. Palmer, hann dáinn núna en hann trúði þess að þetta draugar væri að segja honum að hanna þetta kýrópraktík nei hann fekk þetta frá draugum starfsgrein löggilt starfsgrein kemur frá draugum oh my god that's amazing ég geti flett upp söguna af D.D. Palmer hann that's amazing nútíma kýrópraktor kemur það næsta partí, eða veisluð eitthvað og einhver bara, já, hvað gerir þið? Kýrópraktor? Já, akkurat spooky veistu hvernig þetta var fundið upp? nákvæmlega, þetta er nútíma kýrópraktor þetta er eldgamalt en þetta er nútíma dæmi sem að fólk er að fara í dag það er sem að kemur frá draugum það er mér finnst þetta magnað já þetta er eins og náttúrulega við vorum búin að fara yfir kristallana já og síðan er náttúrulega vass therapy þá talaru við vatnið oh my god þá út af því að vatnið vatnið það er góð orka sko. það er þegar þú tala fallega við vatnið það koma sko góðir kristallar myndast góðir kristallar sko no joke það er til water therapy og hvað gerir þú svo? Drekkur þú vatnið? já, áður nú sko, þetta er sama þegar þú tala vel við plönturna þennar þá var það sko blómstra og þá hefur einhver verið bara þetta er bara vatnið líka sko og þetta er það sem var í gangi í Guantanamo Bay var það ekki? It was water therapy það var ekki waterboarding það var water therapy þá áður en þeir komu það voru að tala illa í vatnið og sopa allir bara djöfull er í neikvæðina þetta er bara neikvæðni prófið þetta, tala vel við vatnið áður en þetta er ekki það þá koma bara góður hlutir sko þetta er bara what the fuck ég tala alltaf við tequila-flöskunum mín á kvöldin let me forget akkurat. Þú skilur mig tequila and it always does já, akkurat tekur alveg á móti öllu sko all slæma orkan fyrir beint í tequila sko nei, síðan er mér finnst líka hvað heitir þetta þegar þeir eru með svona hvað detox já, ég er með það líka já, hvað, er þau? Sko, ég er einnig bara, þú veist, fólk sem fer í gufu og er alls konar að drekka alls konar sull og eitthvað til að detoxa og eitthvað sko, í fyrsta lagi, gufa, þú svitnar það er bara líka með að hitastilla sig þetta er bara vökvi já, þetta er ekki eiturefni sem kom út úr þér eiturefnin koma út tillingin að þér eða raskatin að þér og þú veist, eða pjölunni eða við vorum að býða til þú veist, þú pissar og skítur af þér eiturefnum það er ekki, þú svitnar því ekki út úr þér og þú veist, og allt þetta með að þurfa að drekka eitthvað koktela til þess að detoxa er bara kjaftaði sko. en ekki það að fara í láta líkamann svitna, það reynsar húðina já, ég er ekki að segja að það sé eitthvað slæmt húðina, sko. en svitin, þú ert ekki að losa því við eiturefni nei og þetta er eins og með núna þetta nýja æð kaldi potturinn
hann gerir ekki fucking jack sko. engar vísindalega rannsóknir sína Nei, að þetta gerir það eitthvað er bara, veist, allir hérna, veist, manly man, ég er hérna í 3 mínútur hérna í kalda pottinum why? Já. Why? Það gerir ekki neitt spurðu alla heimsins klassa körfuboltamenn, NFL gæja, fótboltamenn og fyrir enginn í kalda pottin enginn Nei, þeir fara heitan pott Já. heiti potturinn Já. lagar vöðana kaldi potturinn þér er bara fucking kalt Ég veit það. og þú ert svo ógeðslega ánæður Já. að fara upp úr honum þú er bara, wow, þetta virkaði Akkurat og það er bara svo fegin og ert ekki í þessu frosna Þú vatni líður svo vel að fucking, Einmitt. þetta er svo stupid Ég veit það. Þetta er svo að taka flísur og augun á þér og þetta líður betur Veitir hvað er í gangi hjá okkur? Er eitthvað Nei. betrir út í kaldan pot? og meira að segja Færð þú í kalda pottina? Ég fer ekkert í kaldan pot Nei, það er kallt meira að segja sko, ef þeir sem er að hlusta ef þeir eru ókslega duglir í ræktin er að lifta þungt og eitthvað svona fara svo í kaldapottin það er ekki að verra heldur en betra Já. af því að þegar þú ert bólnar út og eitthvað svona eftir að lifta mikið það er af því að vöðvarnir er að byggja sig upp úr nýtt Já. það hægir á því að þú fyrir í kaldapottin þannig að þú ert í rauninni að taka árangurinn í burtu með því að vera í kaldapottin frekar en ekki eitthvað gott þannig að þú ert að sleppa því, farðu frekar í heitapottin láttu þig líða vel Nákvæmlega En síðan erstu til dæmis með eins og sjósund sem er bara ennþá verra Nei, það er gott fyrir húðina Sjósund Já, það er saltið Það er sama með hérna, svitan Saltið í líkamanum Þeir eru ekki farið í sjóin Bara geðveikt fyrir húðina Já, Nei, Jú Ha, hvað mennur þau? nei Sjórin er drullupottur sko ekki allstar Stæðsti drullupottur í heimi Já, Þraustrali Við skulum fara á ströndir og þraustrali No thanks Nei, ég fer ekkert í sjósund ekki séns. í Nautólsvík Nei, Nei, bara úti. og allt skolpið frá Kópói er bara hann 30 metra frá Allir Skulum synda í þessu kalda vatni Einmitt. Taste funny Já, nákvæmlega túrtappi fljótandi hérna alveg framhjá þér og- Ég meina þið takið eftir því ef þið eru með opið sár á puttunum eða eitthvað til dæmis og farið hérna aðeins í sjósund eða eitthvað árabát þess vegna það kemur sýking í sárið Jájá 100% Drullupottur Ég Já, já Ég segi það Ég skal segja það Ok Hvað með það? Og það er sko Sko, talandum mitt svona að fara í sjóin og fá sýkingu Ég trú ekki að ég sé það Það var hérna og vorum við búin að vera eitthvað í sjónum og veist, það var sandur og smá svona nudd hann niðri í náranum Já, veist, svona smá í pungnum Ok Nudd í pungnum Já, veist, Það það voru eistun það stóra og þau voru að nutta saman eða? í sundskílunni og eitthvað, það var eitthvað þarna, veist svona pingulítið sár og ég er þarna á lappa og síðan var ég svona, ég leik, tjölir þetta óþægilegt síðan dag eftir dag og ég leik Síman á silent drengur já, sorry og hérna, og ég var einmitt alveg Vonbrigði ég var einmitt alveg þetta er svona 3 daga, þá var ég orðin svona freka kalt á tenn og ég leik, djúfullega með kalt nóttina og síðan bara, ég gæti ekki labba það komið svo mikla sýkingu í búngin út af því að vera í sjónum með pingu lítið sár There you go já, þetta láta sprauti við raskatið með sæði? Nei, tjók Já, Nei, hann læknar allt maður Æ, hvað heitir þetta? Styrum Nei, sem að færi hérna, veist Vatni- töflurnar sem að færi hérna á Íslandi Ecstasy Oh my god C-vitamin Nei, hvað heitir það? Antibiotics Já. Hvað heitir það á íslensku? Hvað er það? Síklarlyf Já, Já. ég fekk svolítið sprautir Penicillin Penicillin, Já, já einmitt Og leið og ég sagði sæði þá bara svo Fór allt annað. Hvarf þetta á haustum sko Jesus Úps Já, sjósund er samt, þú veist, þar ertu actually að hreyfa þig, skilur Já. þar ertu að synda, þú ert að gera eitthvað, skilur það er ekki bara að fara og til þess að láta þig líða illa í kulda og liggja þar kjur, sko Nei þannig að, þú veist, sjósund er ekki Getur afslæmt, sko Getur þú þá ekki bara að fara í sundlög? Með öllum klórunum Jú, sem dreipur allt vissulega, en svo er bara fólk sem er bara leiðilegt og, þú veist, og þarf að gera eitthvað öðru vísi og þú veist, þarf að fara í crossfit og vera vegan og eitthvað og þarf bara að vera ömulegt í öllum partíum sem það fer í Sorry Ég lendi í einhverju partíi það sem sko þessi feiti kokkur um, hann var huge um, hann var vegan og ég var bara
hann eitthvað bara, það svo holt maður ég leik, horfðu á hann bara í alvöru, akkurat hann bara, já, þetta bara ég leik, þetta besta sem ég hef gert við sjálf já, ég var bara, oh my god byrjar í gær eða hvað er insulínið þitt bara svona just in case og það einmitt, nota alltaf þetta bara myndur borða hundin ég eitthvað, já, ég var í nógu songur hann var fyrstur að fara, akkurat síðan var í nágrannandir já síðan var þú að því að þú ert feitur þú var í sko, 3 mánuðir dugar heilengi maður þú belja já, akkurat Nei, ég myndi náttúrulega ekki fá hann inn að næringu það hann er vegan já, reyndar það er ekki steinefnið hann já, það vantar allt prótín allt prótínið nákvæmlega ég er búinn með mitt sko já, ég er með hérna phrenology hvað er það? það er sem sagt það sem segir höfuðlægið á þér segir hvers konar persónuleika þú ert með og eitthvað svoleiðis og þetta var alveg big in the day sko, þú veist 1700 og eitthvað að hérna þá var fólk var dæmt til dauða af því að hausina var svona í læginu sko. Það var bara þeir trúðu því bara já, þetta er glæpamaður og það verður aldrei hægt að bæta hann þannig að því ríktast það í fangelsi við þessum að dæma til dauða Rísa enni maður já, það var bara nákvæmlega Simpsons gerði þetta ekkert það var Mr. Burns eitthvað með eitthvað svona mælitæki að mæla hausina og ég man ekki hver það var, hvort það var Homer eða eitthvað og Smithers var alveg bara phrenology was debunked 300 years ago og hérna þannig að hann var alveg bara eitthvað size of his skull er eitthvað bla 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 og það þýðir að hann sé svona og hins eginn eitthvað þannig að þú veist þetta var alveg stórt back in the day sko og fullt af fólki trúðu þessu og þetta bara í læknavísundum pældu í þessu maður eignast eitthvað barn og allir bara já hann verður psychopath það sem verður psychopath nákvæmlega fólk trúðu þessu og hérna svo fór með líka pæli að því að scientific method þetta er mælanlegt og það er að endurtaka það aftur og aftur og fá sömu niðurstöðu það er bara basisið á vísindum þannig að maður hugsar eru sálfræðingar pseudoscience sálfræði það er í orðinu fyrir fólk sem trúur ekki þá sálir ekki til nei ég veit það það er sálfræðingur já ég veit það en maður tekur þetta það ætti að vera persónuleika fræðingur já í raun og veru en maður tekur samt sálina út fyrir mengi skilur að þú veist það er hver manneskja hefur sín vandamál og þau þurfa að sína lausn sína sérhönnuðu lausn sínum vandamálum þú veist við getum báðir kannski verið þunglindir en þín lausn er alltaf önnur en mín lausn skilur og líka sálfræðingar ger ekki neitt nei þau ger ekki raskat hlusta já og meira segja að fá fullt af pening já ég veit það og það bara skilji ekki okkur að fólk kemur ekki aftur ég veit það, þú veist, ég mæti til sálfræðing og segir bara fucking dýrt já, segir bara, hérna, að kona mín lemur mig og bara, ok, og hvernig lætur það þér líða illa, þú ert að koma með lausnir mér líður ekki vel með það, þess vegna er ég þetta hver er fucking lausnin það er alltaf bara, og hvernig lætur það líða og þú veist, og hvað viltu gera í því þannig er ég segðu mér hvað ég vil gera í því og þar leiðandi eru til geðlæknar þeir bara hlusta á því í 10 mínútur já, hérna eru lyf akkurat sem actually gerir eitthvað gagn já, ég veit það þannig, ég er svo sammálaður okkur heitir þetta sálfræðingar sálin er náttúrulega bara svona catch-all term yfir bara hvernig þið líður bara sálar lífi sálujafnarar, ég er að segja já, sáluskynjari sáluskynjari, já það er erfitt í lífinu þínu núna já vá, hvernig vissir þú það? Ég er sálujafnari já, akkurat og þetta er Pétur, hann er sáluskynjari já, við erum gott tím hérna það er bara heimurinn er að brenna styrjaldir út allt efnahagur Íslendingar í klósettinu já, ég skynja að þið líður ekki nógu vel í dag það er bara alveg rétt hjá þér það eru áhyggjur verðbólgan há þú átt ekki nógu peningin á kortinu já, þú væri til í að eiga meiri peninga já, peningavandra já, þú ert svolítið að hugsa peninga já, hvernig vissu það? akkurat alls úr, það er bara lesin í sálina mína nákvæmlega það er í orðinu sáluskynjari akkurat give me my money nákvæmlega nýbúin að segja út með peningavandra já, give me my money akkurat já, sko, getur þú tekið vísa rað já, smálán og allt saman on that note þetta gæti verið
part 2 komið einhvern mann sko. Þetta endalaust að vitleysu sem fólk trúir á maður. Tuðmenna tuði við þessu. Akkurat. Bara don't be stupid people. Já, eða peningur með eitthvað sem bætir ykkur. Komið til sálujafnarinn.is. Já. Og svo Þröstur nýbúin að fá sér hérna tígristippi og akkurat niðurmala tígristippi út í te hérna, í næsta herbyggi Þröstur komið það að fá ykkur sæti í kiltunum minni bara nope sko þú tókst ákvörðun, þú getur tekið ákvörðun Þröstur alltaf svona súpugræður alltaf ert þú meðvirkur, komdu til okkar Þröstur laga það þetta er erfitt að taka ákvarðanir svo bara að fara það niður, nope sko, hún leysir you're cured Þröstur alltaf með steinstambirinn og bara, það kemur aldrei neitt til mín með giftgrímuna og eitthvað oh my god fyrsta skrefið að bata vel gert eftir hvernig vinnur þetta Þröstur alltaf bara oh my god það var svo illt maður þetta er búin að vera í 8 tíma bara að sprauta niður Jesus ég sé þetta svo fyrir mér þetta er svo hræðilegt þetta er alveg hræðilegt nei, þetta er góð pæling sko þetta er business on that note já oh my god takk í dag bye